Kvikasilfur þungmálmur sem kemur frá jarðskorpunni. Það kemur frá jarðskorpunni eftir áhrif manna. Það kemur svo út frá úrkomunni, langt svo í vatn og sjó. Og þegar það í vatn breytist í metilkvikasilfur eftir að örver hefur fiftað í því og breytt efnin í því. Kvikasilfur kemur frá jarðskorpunni sem leysist frá jarðskorpunni eftir að mannarnir fer fiftað í því. Kemur svo út með úrkomunni sem að fer í vatn og sjó. Þetta efni aðalega hættulegt út af hefur töðaeitur sem miklu hættulegt eftir að fer út í sjóinn og breytist metilkvikasilfur sem örver hefur fiftað í því og breytti í það. Metilkvikasilfur útviklar lífsaftur. Kvikasilfur eitthvað efni sem kemur frá jarðskorpunum eftir að manna hefur fiftað í því og það kemur frá þeim upp í jarðskorpunni. Kemur útkomunni í vatn og sjó, breytist í mesta hættulega formi sem metilkvikasilfur eftir að örver hefur breytt efnablönduna á meðan það í sjónum. Þetta veldur töðaeitur sem mjög hættulegt og þetta náttúrulegt vandamál fyrir okkur öll sem þetta fer meiri upp sem fæðingarna svo minnstu dýrin bara smá, stærri dýrin bara svo meira þeim og svo fer allir upp í manna sem fá mesta magni. Kvikasilver is the most dangerous as metilkvikasilver, which gathers up in living beings and becomes more the higher it goes up the food chains, the higher you are on the list. It starts gathering up in the smallest creatures, then goes higher up to the food chains and it goes bigger organs. Kvikasilver is different as in room temperature, it becomes a liquid and can cause nerve system poisoning, but with animals it can cause nerve damage and moving problems. For humans, even worse as they can get abnormal shakes in the body, memory loss, damage to the balls, nerve disturbances, and mood swings. It's even more dangerous for unborn children, which can cause problems as the brain goes up, even though the mother doesn't feel the effects as much to nothing. More of it is in your system, more problems can come up. Hvernig kvikasilfur helst í lífríkinu? Það kemur ekki fram samkvæmt okkur að kvikasilfur hverfi aftur úr lífríkinu þegar það hefur safnast þar fyrir. Þetta bendir okkur að allt af þessu getur verið vegna það safnast í fæðukefinu sem það helst í lífríkinu vegna matvæðingu og dýr á að borða hvor annar frá nestu til hæsta sem dýrin senda það áfram eftir vera étin. Crazy facts. Kvikasilver can go 1,000 kilometers with wind stream before it falls on the earth. It can change into an even more dangerous material called metilkvikasilver. When small creatures in the water change its molecular structure, the nerve poison is less in the sea as most of it goes to the highest in the food chain, which is humans. Kvikasilfur bara eitt dæmi efni sem breyst umhverfið og er miklu hættu við. Þetta getur endað í töðaeitur sem getur skemmt líkama eftir á, sem erfitt fyrir fólk sem á 20 og fá töðaeitun með bara töðakerfið sjálft. Þetta sérstaklega viðkvæmt fyrir þá eins og fóstur eða endurfólk getur valdið miklu skaða. Þetta alþjóðlegt og heilbrigðisvandamál fyrir alla sem þetta henda áfram menga gegnum matarkerfinu í lífsjónum. Kvikasilfur bara eitt dæmi efni sem breyst annars staðvert hættuleg. Þetta enda í ykkur töðaáföllum eða töðavandamálum sjálft. Þetta bara hættulegt fyrir dýr og mann. Þetta henda áfram menga sem geta alþjóðlegt og heilsuvandamál. Þetta aðalega vandamál fyrir viðkvæm fólk eins og börn viðkvæmt fyrir þessu. Og þetta myndi vera vandamál ef þetta ekki stoppa bráðum eða henda áfram og safnast bara í okkur.